Já, verið velkomin í helgispjallið hér við Rauðaborðið. Ég ætla aðeins að rappa við hana Ástu Kristinsdóttur hennar lífslaup, stundu kallað Ásta Blikk. Velkomin Ásta. Takk fyrir. Heyrðu, þú ert alin upp bara í Reykjavík, Tómasarhaga, Vesturbænum. Já, var í Melaskóla, Hagaskóla. Já, einmitt. Hvernig var að alast upp í Vesturbænum? Það var mjög fínt, en þegar maður tók eftir þegar maður var aðeins eldri, þegar það var spurt kannski að það ætla að flytja hérna út á landið eitthvað, alveg bara nei, ég er Vesturbæingur, þú er Reykjavík. En ég gerði það á eldri árum, þá bjóði út á landið líka. Þannig að ég sé alls ekki eftir því. Nei. En í Vesturbænum var hérna, það var svona eitthvað svona svolítið stríð á milli Austur- og Vesturbæjar, eða ekki? Ég var aldrei inn í því, ég var ekki í svona klíkum. Nei, það voru einhverja svona klíkur. Já, man alveg eftir því, sko, það var bara 2-3 klíkur í allan Hagaskóla. Já. Sá ég meira heldur en í Melaskóla, sko. En ég lendi því ég var alltaf kölluð inn til skólastjóra, bæði einu sinni í Hagaskóla, einu sinni í Melaskóla, og þá var allir nemendur sem litu á mig. Já. Og þá var ég kölluð til, og það var ný manneskja að koma í bekkinn. Já. Og þá átti ég að kynna henni fyrir skólan og allt þetta, og maður svolítið fyndi að ég skildi lendi í sér bæði Hagaskóla og Melaskóla. Já, báðum skólanum. Já. Þannig að þú hefur þótt svona góður gæt eitthvað svo les sem krakki sem á svolítið fyndið, sko. Áttur auðvelt með að tala eða hvernig? Ég var mjög þögul. Þú varst mjög þögul, já. Samt varstu fengið sem gæt. Þú verið svona stillt kannski bara, þú myndir örugglega ekki gera neitt af þér hérna í að kynna eða hvað? Já, allavega eins og segi, ég mjög stillt í skólanum og allt þetta. Ég ger aldrei neitt þannig sjá mér, sko. Ekki eins og sumir voru sendið til skólastjóra, sko. Eins og ég segi, þetta eru 1-2 skiptum sem ég lendi á skólastjórnum. Og og ég var aldrei í neitt klíku eða neitt svo les. Hvernig gekk þér að læra? Mér gekk frekar illa og og það, ég tók eftir því núna, ég var að fá blaði í gegnum lúna að ADHD samtökin. ADHD? Já, voru sem sagt stofnuð 1989. Já, og ári áður þegar ég 11-12 ára þá er ég tekin og aðtöða með mig, en það var haldið að ég væri sæilla. En svo sagði ég alltaf þegar til dæmis í Hagaskóla að ég sagði, jú, ég með lesblindu, en ég var aldrei með neitt í höndunum. Aldrei neina greiningu? Nei, og svo þetta bara það bara gafst ég upp á skólanum og en svo var ég ung móðir og en svo hugsaði ég bara, já, ég ætla nú að fara í skóla áður að barnið mitt fara í skóla og ég sem sagt fyrir í Borgrófsskóla og og þá fer ég bara að tala um henni og segja henni bara mína sögu, hvernig það hefði verið og hann sagði bara, já, heyrðu, bara látum þig fara í greiningu og það bara kemur að ég þarf allt. Ég þarf geisladiska, snöldur, hljóðbækur, já, og ef það er ekki til þá má ég hafna náminu. Þá bara segja, nei, ef þetta ekki er til þá mátt ég hafna þessu fyrir próf eða hvað sem mér þótti bara æðislega. Og mér gekk rosalega vel í náminu þar og ég fór í að læra blikksmiði í Borgrófsskóla sem mér þótti bara... Hvað kom til að þú fórst að læra blikksmiði? Ég var að vinna í þegar ég bjóð á landi Borgarnesi, þá var ég að vinna í Virnat og var ég símamær þar og svo oft þegar sáðu ég gegnum gluggann að þeir voru að smíða svona túður og barðavendla og alls konar svona box og svona, ég hugsaði mér bara miklu skemmtilega, ég var alveg til að smíða frekar heldur en að tala í síman og svara og kalla til starfsmanna af því að mér hefði ekki gaman að föndra, nota hendurnar og svo pældi ég bara ekkert í þessu meir fyrir að ég var að vinna í bakari í Reykjavík og þá voru menn að vinna í Vesturbæjarskóla
og komið mitt í bakarið og það mitt vaknaði samtal og þá segir eitt starfsmann við mig alveg bara, já, viltu ekki bara prófa að sækja og ég bara, jú, okkur ekki. Hvað ertu gömul hérna? Ég guð, þetta ég 23 þegar þetta já, 23 og og þeir, þegar ég var að vinna, byrjaði að vinna, þá byrjaði ég að vinna hjá Trjóblikk og það var bara tekið rosalega vel á móti mér og það var ekki Kallarnir ánægðir að fá konu í blikksmiðina Já, og það var alveg talið að jú, þeir hafa alveg heyrt konu vera að vinna í verksmiðju og svo mitt fóru í eitthvað gramsum jú, það hafa konur lært þetta og ég komst að því á þeim tíma, það hafði eitt sem hefur verið meistari og hún sem sagt verið á Akureyri svo var ykkur einan á milli þegar ég skoðaði bók og þá komst ég að því að ég var með 3. Hvað ert það? Þriðja konan á Íslandi til að læra blikksmið? Á þeim tíma, já. Og þá sagði ég að og finnst bara stolt að segja í dag að ég hef fengið bronsið. Já, einmitt. Ég fekk allan eitthvað, en það eru komna 9 konur í dag. Já, ok. Sem ég bara rosalega stolt af. Frábært. Og eins og segi, þetta ekki hátala, en nei, einmitt. Á þessum 20 árum, ég útskrifast 2005, 2003 og svo 2005 því ég fæ svinnsprófið og þá fer ég út í nám og því að mér langaði að læra meira og þá vakti byggingafræðin fyrir mér því að mér langaði að læra allan grunn bara í byggingabransanum því að mér þykir bara allt sem tengist byggingabransanum finnst mér alveg opaslega áhugavert og ég ger alltaf grín ef ég að tala við eitthvað sambandi við bókhaldi eitthvað svona, ég segi ég skal frekar byggja hús fyrir þig þú getur síðan bókhaldið eða eitthvað svoleiðis þannig það bara hleið, bara haft gaman að því þannig eins og ég segi, ég bara mjög stolt af því í dag og þegar ég fekk prófið þá sagði pabbi, já, nú komið fyrstu bókina hér nú bara safna henni Þú sagði mér að afiðinn hefði byggt upp hvað Ránagötu Já, á Ránagötu 21 Já, og svo þegar hann og langaði mín skildu þá byggði hann á Tómasar 21 Já og bjóði mitt á fyrstu henni sem ég ólst upp Já, þannig að hann byggði einhver hús þarna í Vesturbænum Já og svo átt þú arleif núna, þú getur séð einhver þök og einhver þök og bæraventla og túður og alls konar það er mist bara gaman að víðan bæinn ég nefni oft og segja alltaf aftur og aftur við strákjum mamma, ég er búin að heyra Já. Ég alveg bara, ups ég er mjög stolt að ég geta kert bæinn og sagt ég gerði þetta þetta lífir ennþá, þetta hangir ennþá það hangir ennþá saman það hangir ennþá saman þannig að ég bara, ég get ekki annað að vera stolt af því sko þannig að, og svo eins og ég segi, ég fór í byggingafræðina og Hvert fórst í byggingafræðina, Danmerkur eða? Já, Kaupmannahafnar og var þar til 2000 ég þurfti að vera aðeins lengur til 2011 og og er bara mjög stolt af því og ég hef ekki unnið sem byggingafræðingur ekki byggingafræðingur beint en ég var að vinna á 2 vinnustöðum og var það í rauninni verkstjóri og á skrifstofunni þannig að það var svona samblanda þannig að það var mjög gott að geta fara á verkstað og ég sá líka svona sölur og svo gerði ég tilboð og alls konar svoleiðis og svo einmitt tala ég viðskiptavinni eins og segja eitthvað sérverkefni og þá tala ég viðskiptavinnin að ef hann eitthvað vandrar að velja efni og eitthvað svoleiðis og þá einmitt túlka ég oft niður því að margir hafa svona valkvíða og sérstaklega eins og lítum á þökum eitthvað svona þannig að ég kem kannski með 10 liti þá er það bara nei, ég hugnast frekar að hafa svona í bláa kantum eða græna kantum þá bara teki alla aðra liti og segja ok, hérna eru kannski 5 sýni svo fer það niður í 3 og úr 3 í loka litin sko og fólki finnst það bara mjög þægilegt oft því það er ekki í dag að þessi mannleg samskipti sem mér þykir alveg ofboðslega leiðilegt af því að mér þykir það skiptir rosalega máli bara í mannlegu samskiptum og leiðilegt að horfa á
búið kassan í dag og þurfa að afgreiða sig sjálfur og fara í bankan og gera allt sjálfur og við erum samt að borga þjónustugjöld og borga hækkun á matvöruverði og þrátt fyrir að vera farin að komin í vinnu við að afgreiða okkur sjálf. Einmitt, og ég fer alltaf til afgreiðslumanns. Ég að borga launin á fyrir hans að vinna hana. Ég ekki að láta einhvern einn starfsmann vera með einhverja sjálfskassa hvað eru 6 eða 8 kassar sem að fylgist með og fer og skannar eitthvað kort. Og stundum eru ekki á staðnum. Nei, einmitt. Og ég alveg bara, það bara mitt mál. Ég býð eftir að einhver eigi eftir að berja eða brjóta afgreiðslukassa. Af því ég stundu sjálf svo óbóðslega pirruð sko að því maður að skanna eitthvað inn og það pípir og þess kemur eitthvað ég þarf að ná í afgreiðslumann til þess að því og já, þetta einhvern veginn þetta virkar ekki 100% sko og og svo maður kannski alveg að pissa á sig eða eitthvað á maður að drífa sig út í bíl og heim skilur, og það allt stopp og maður bara Já, einmitt, og sá aðli sko þarf að hjálpa kannski 2-3 öðrum. Já, nákvæmlega, þetta alveg gjörsamlega óþolandi. Hún eins og segja, þegar maður afgreiðslukassanum, af því ég vann við þetta sjálf og þá einmitt afgreiddi ég allt þá manneskju og pældi ekkert í hinum. Svo ég lenti því með því ég var að vinna í Nóatúni á yngri árum og það var einmitt gömul kona sem kom til mín og hún einmitt kom með klink. Og hún var eitthvað stressast upp alveg bara, já, ekki alveg óþrætt að telja klinki og svona, þá segi ég bara við hennar, veistu það, ég geta beðið, ég afgreiða þig og hún bara brosti, hún brosti eiginlega aldrei og bara að sjá brosið frá hann, eftir það kom hún bara alltaf til mín, bara því hún vissi hún gat slakað á, af því það var ekkert að stressa sig eða neitt svoleið, sko, eins og í dag alls saman hvað þú ert að gera umferðinni og bara allt það bara að komast frá A til B eða þá allt þurft að gerast í gæra þeirra dag og það einmitt alls saman hvað það eins og með byggingabarnasan þetta húsi hefði þá klárast í gær og það einmitt komið það eins og þegar ég var að læra blikkið og allt þetta og þá auðvitað var ég kannski ekki í steypunni en ég var í blikkinu en ég var að vinna á mörgum verkstæðum og eins og ég segi, fór aðeins að skoðum og svona bara fræðast meira heldur en bara blikki sjálf og þá fór ég að hugsa sko og fór eitthvað að tala að steypa gæti til dæmis smygla og þá þetta hunsað alveg bara nei, Ásta, steypa, nei svo þetta núna 10-15 ára seinna þá eru allar verkfræðistofur að vakna steypa lifandi eins og spýta þú veist, hún getur mikla og mér varst bara, eins og segja, því kona þá er ég ekki að vita þetta ég á bara, þótt að það séu flesti kokkar í veitingastöðum, kallmenn og þá er ég samt að vera heima í eldhúsinu þetta er svona hugafæri en ég meina þetta er að breytast en það er svona gerist rosalega hægt það gerir það En hvernig var þetta tekið? Þú segir að þið tókuð þér vel fyrst kallarnir og fannstu alltaf fyrir því? Eða fannstu einhvern tíma fyrir svona mótlæti að þú væri kona í blekkinu? Jú, ég fann alveg fyrir því og kallmenn auðvitað voru að reyna að djóka í mér og ég auðvitað svona djóka alveg á móti skilju en auðvitað var ég, þú veist áreitist taktar ekki beint áreita, það bara, þú veist, ég fekk aldrei að vera strjúkamanni eða neitt svoleiðis, það bara, þú veist, það bara talið, en það var aldrei sagt, nei, þú getur þetta ekki. Nei, einmitt. En það var tekið á móti mér vel að, þú veist, kenna mér, sem ég þótti bara æðislega. Og ég fekk aldrei inn á fórtuma í skólanum eða neitt svoleiðis. En ég fekk, eina sem ég fann sjálf fyrir að því ég var svo gömul, að ég fann, þegar ég heyrði í þessum 16-17 ára krökkum alveg bara, þú veist, og hvernig töluðu við kennarann alveg bara, og alveg bara viðmótið, alveg bara hugsa sig, ok, ég hagaði mig svona sjálf á þessum tíma. Þessum árum, já. Og ég bar miklu meiri virðingu fyrir kennaranum þá, þegar ég var á svona aldrei. Þetta er eins og einn kennari sem ég hef alltaf í hausnum, og hann sagði, ef þið virðið mig ekki sem kennara, þá virðið ég eitthvað sem ekki nemendur og ef þið viljið ekki gera það, bara út með eitthvað núna.
ég nenni ekki að hafa okkur í tíma sko. Og það bara sátt allir þannig að það bara, eins og ég segi, í náminu hefur alltaf verið tekið vel á móti mér og mér finnst það bara æðislegt þannig að ég allavega hef ekki lent í þessu eins og kannski einhverjar hafa lent í þannig að kannski að því ég hef alltaf verið svona hálfgerður strákur í mig sjálfur verið tomboy já, í rauninni þegar maður horfir á yngra árum þá var ég alltaf frekar ein af strákunum heldur en eina stelpunum þótt ég átti alveg vinkonur og ég hef alltaf eitthvað einn það hefur alltaf verið svona sko hjá mér þannig hjá mér Heyrðu, svo flyttur þú heim frá Danmörku? Já. Ég flytt heim 2011 og reyndar byrja ég að vinna í borgarskóla sem stuðningsfulltrúi. Það var ekki hægt að fá vinnu við mitt fag á þeim tíma og það var bara rosalega bara fínt, ég gerði það í 2 ár og svo auðvitað hægt og rólega þá bæði var ég að hugsa móður mína heitin sem var veik þá og með tímanum að hugsa hana þá í rauninni hrakna ég sjálf af því að ég sjálf svona veikist í líkamanum og lendi í þunglindi og allir því Þú sagði mér þú byrjaðir unga að veikjast af þunglindi Já, það var því ég var 14-15 ára þegar ég var í hagaskóla og þá tala ég sálfræðing í skólanum og byrjaði þunglindislífum þá Var það í gegnum hann? Já, í rauninni gegnum hann og en svo svona þegar ég var eldri og þá var það bara versnandi og því miður foreldrar mínu voru algjör og en svo samt hefur alltaf foreldrar mínu stutt mig og allt þetta og svona fungerandi alkar einhvern veginn þá í rauninni og þetta bara versna með árunum og þegar eins og við að tala alltaf í gamla dag og fyrst alveg helgaralkar einmitt og svo þetta versnaði þetta því eldri maður var og svo var maður bara meðvirkur gagnvart móður minni ég á meðvirk gagnvart foreldrum mínum en svo misti ég föður minn 2006 og þá var ég ennþá meðvirk gagnvart móður minni og þetta hugsa hana ég var auðvitað að leigja sjálf annars staðar áður en svo endaði með því að ég fór til hennar og ég rauninni var bara að hugsa hana eiginlega 24/7 eins og segi og svo grínist hún sjálf með krabbamein og deyr 2012 fyrir ekki og og ég þá fyrir í sumar þar og þá vissi ég ekkert að því hún væri þeirri íbúð og við vissum að hún var að fara að missa hana þá vissi ég ekkert sjálf hvað ég ætti að vera en ég vissi að hún misti hana ekkert alveg strax en ég bara nefndi ekki að hugsa það Bjóstu þá heima hjá mömmuðinni? Já, þá bjóði ég heima hjá mömmu en þá endaði ég fór í Keili og bjóði upp á Ásbrú og og það var bara rosalega fínt til þess að byrja með og ég svona lífgæst rosalega mikið þar en ég var samt ennþá að byrjast þunglindi en þar kikkar allt inn í raun og veru með áfallið og allt þetta frá því að faðir minn deyr og móðir minn deyr og bara allt saman Pappiðinn sveisti sér lífi í rauninni þannig að það hefur verið stitt sér lífi pappi hennar fyrir fór sér þannig að það hefur verið mikið áfall það var rosalega áfall og sérstaklega þegar við vorum öll úti þegar þetta gerist við fáum hringingu frá lögreglu þannig að þeir eru ekki á landinu þegar þetta gerist það við erum ekki á landinu Er þetta þegar þú býr í Danmörku eða? Já, þegar ég býr í Danmörku og systur minn líka sko en en svo bara vinnum við út frá því og móður mín eins og ég segi ég er mikið með móður mína og en og svo eins og ég segi deyr hún úr krabbameini 2012 og ég fyrir Keili og
og byrja að ströggla þar, sé ég, fyrir bara öllu. Að þá bara hellist allt yfir mig. Já. Og þá einmitt byrja ég að tala við sálfræðing þar og bara byrja að vinna úr mér þar og eins og sálfræðingur sagði, það ótrúlega þú situr hérna bara eins og róleg, eins og hvað annað, sko. Og svo bara í rauninni byrjaði svona... Var ekkit, þegar eins og þegar þú misti pappa þinn, það var ekkit svona kerfið að kikka inn eða bjóða ykkur fjölskyldunni ykkur áfallahjálp eða ekki neitt? Fengum ekki neitt. Nei, og auðvitað sér maður meira það í dag, skilur ég. En ég bara hélt áfram í námi og bara kláraði mitt nám og auðvitað tók aðeins lengri tíma af því að ég með lesnundu og námið var mér erfitt og ég bara þurfti að vinna með það, sko, en ég samt strögglaði að ég náði að verða blikksmiður og byggingafræðingur gegnum þetta allt saman og ég finn alveg, ég les blöðin í dag og allt þannig og ég sé alveg rosalega marga villur í blöðum og allt með hvað ég gerði ekki því ég var yngri og mér finnst bara í rauninni sorglegt að sjá það í blöðunum sérstaklega af því að ég hélt að það ætti að vera svo vel prófarkaleysið. Já, einmitt. Og og ég meira að skrifa betur heldur en ég les. Ég ennþá að ströggla við það, sko. Og svo var greiningin gerð hvers konar lesmyndi ég með og það lesskilningur hjá mér. Þannig að eins og ég útskýri fyrir þér að ef ég les ykkur grein og þú lest hana og við fyrir að túlka hana, þá túlka ég hana alltaf öðruvísi heldur en þú. En ef að þú lest hana og ég heyr hana, þið lesa hana, þá túlka ég hana í rauninni eins og þú. Þannig að þetta svona, en ég samt búin að þjálfa mig alveg opbóðslega mikið og ég bara mjög stolt af því. Ég get gert ritgerðir og greinagerðir og allt í dag. Það sem ég gat ekki gert á yngri árum. Þannig að ég bara mjög stolt af því og ég veit að foreldrar mín eru mjög stolt af mér, sko. Þannig að það er fyrir mestu og sonur minn líka. Þannig að því að hann er í góðri vinnu aðeins 28 ára gamall og ég var í námi þá og það bara, minnst það bara frábært, sko. Þannig að ég er alltaf að ána með lífið mitt í dag fyrir utan þessi veikindi. Já, en þú veikist sjálf að krabbamenni? Já, ég greindist með brjóstarkrabbamein í fyrra. Já, það er bara stutt síðan að þú gengur í gegnum það. Já, og ég er ennþá berast við, sko, bara eftirverki og allt þetta því að ég miðri lyfjameðferð þá fer allt taugakerfið mitt rúst og ég bara er ennþá lyfjum gagnvart því og reyna að læra að lifa með það. En ég meina heilnámið er leið, þannig að ég á alveg að geta unni við, sko, byggingafræðina og allt sambandi við byggingageran, þótt að ég þurfu kannski meira að geta setið á rassinu í svona tíma og labba, eins og fara á byggingasvæði og svoleiðis. Ég get ekki verið að vinna á vinnustað sem situr 8-10 tíma á dag, sko. Nei. Það get ég ekki, þá myndi ég bara enda í hjólastól. Já, einmitt. Því að þá myndi ég dofna til lappirna mína, sko. En þegar þú fannst sjálf að það var eitthvað að þegar þú færði greiningu á krabbameininu? Já, ég fyrir mitt að tala við manni minn og segði hún að ég er með rosalega mikið sting í brjóstinu og finn fyrir hnút og ég segi hann að þetta er ekki eðlilegt og hann þreifa sjálfur og sagði nei, þetta er ekki eðlilegt. Ég þá hringi strax ég var erlendis þegar þetta gerist og ég hringi samt heim og fæ tíma hjá heimilislækni og segja honum bara segja honum hvað ég hef fundið og hann segi já, ok hvað viltu að ég í rauninni geri og ég segi bara, viltu fá tíma ég vil fá tíma í allt í brjóstaskoðuna og allt svona og hann gerir það og ég sem sagt fer í þessu skoðun og svo var bara sagt við mig að það eru haft samt við með því 2-3 vikur ég bara já, ok, ekkert mál
það var strax haft samband við mig sömu vikunni að ég fer á mánudegi, þetta gerist á föstudegi og það var bara sagt við mig komdu inn á mánudegi. Ég alveg bara ok og og þá var mér bara greint að ég var með heitir 3 stiga 3 negativ heitir þetta og það er hæsta sigur sem þú getur fengið í þessu krabbameini og ég mitt spyr hvort þetta sé banvænt og hann sagði að þú gerir ekkert í því þá getur þú dáið eftir 5 ár en ef þú gerir eitthvað í því og þetta finnst svo snemma þá getur þú læknast af þessu og ég alveg bara ok þá bara kílu á þetta sit ég hendurna svona upp bara kílu á þetta og ekki málið, bara hjólum í þetta já, og í rauninni hafa varst ekki trædd að því nú er mamma en dáið krabba fannstu bara að þetta er alltaf rey já, ég bara, að því ég sá í gegnum hana og vissi að systir minn hefði greinst með krabbamein já, systirinn hefði líka greinst með krabbamein og það gekk vel með hana vissi þetta myndi vera erfitt en ég var samt mjög sterk allan tíman og er ennþá sterk sko og það eru fleiri búin að gráta fyrir mína hönd heldur en ég sjálf og alveg bara fólk bara faðma mig og ég er ekki að deyja sko þetta er bara krabbamein já, þetta er bara krabbamein og eins og ég segi, ég veit að fólk getur dáið úr krabbameini en ég bara ákvaða taka þetta bara með stæl og gera það En þú ert sett í lyfjameðferð, það var ekkert skorið eða neitt svoleiðis eða? Jú, það var líka skorið? Já. Ég fór í lyfjameðferð, það var skorið og svo fór ég í geisla. Já, fórst alveg allan pakkan? Já, fór í allan pakkan, misti hárið. Já. Fekk krullur tilbaka. Varst ekki með krullur fyrir? Nei, smálið en ég er alveg með krullurna núna sko. Já, sérst. Fólk finnst þetta mjög flott og ég ætla bara nei. Já, varst að fáið permanent þegar þú ekki spurða því? Nei, ég var ekki að spurða því en maður fekk auðvitað permanent þegar maður var úlingur en þetta er svona eins og ég segi að ég get þá gert og leikið mig meira með hári núna heldur en ég gerði Já, gaman og eftir að lita og mörgum finnst þetta að fara með rosalega vel að vera með svona stuttar og krullur krullurnar ég sátti en stuttar nei þú ert að safna því já, bara eins og það var það er svona sítt hár og hvernig það verður, þá er ég eftir að koma að stað. En þú ert að glíma við sér svona auka verkanir eða afleiðingar af þá lyfjameðferðinni aðalega eða geislunni? Já, taugakerfið mitt fór allt í rúst og og ég var mjög svekkt yfir því og ég er ennþá að finna fyrir eftirkvörlum og hjúkrunarfræðingarnir og læknir eru mjög hissa með það af því ég er ennþá að finna eins og ég sem er beinverki og eitthvað svoleiðis af því að þau segja vanlega að það ætti að vera búið eftir allan þau viss alveg að það væri eitthvað svona eftirvirkni og eitthvað svona en þessi verki sem ég er að lýsa þeir hafa ekki heyrt það áður og allavega segja hvað veit maður en ég er að ströggla við það að ég er að taka lyf 5 sinnum á dag og þarf að hafa vekjaran við hliðina á mér til þess að minnum á það því ef ég hef það ekki þá bara þá gleymir því? Já, gjörsamlega og þangað til að verkurinn bankar upp á? Já, í raun og veru það, ég er bara fegin sjálf að ég sé ekki há þessu eins og eins og ég segi, maður er að taka verkjalyf og þau eru ekki þau eru sterk og ef það er eitthvað þá gleym ég þessu og ef ég finn vestu verkina þá er það kannski segja mig ég gleymi heilum degi eða klukka mig eða síma mig virkar ekki þá myndi ég finna fyrir áður ég færi að sofa sko. Og það hefur gerst og þá hefði ég alveg bara passað í gjörsanlega upp á síman að hann sé alltaf með batterið fyllt og það myndi ekki klikka sko. En hvað áttu með tímanum að lagast af þessum verkjum eða það er ekkert vitað það er ennþá svarað Já, af því að ég er að bíða eftir tíma hjá taugarsvarsfræðing og fá tíma hjá honum til þess að athuga það allt saman af því að ég er að vonast í framtíðinni af því auðvitað þannig skeið með krabbameinið og allt það og ég er að vonast í framtíðinni að ég vil, af því mér langar sjálf inn í mér að minnka lyfin
af því ég vil ekki vera á lyfjum, sko. Af því ég var fyrir ári síðan var ég ekki að taka verkjalyf. Þú veist, áður í greinist með krabbamein, kannski því ég var að taka hausverk og svoleiðis. En þú veist, að koma úr engu töflum yfir í svona mikið. Já, það eins og þegar ég var á lyfjum og ég sýndi sinumynda og hann bara gafti, þú veist, af því að hann í rauninni áttaði sig ekki á veikindunum mínum fyrir hann að bara sjá lífebóksum. Hvað fyrir þér að taka mikið lyfjum? Já, af því að þá bara, þú veist, og það var rosalega sorglegt að horfa á það, af því að auðvitað, þú veist, viss hann að ég væri veik. Og en bara veikindi sjálf að sjá þetta, þegar auðvitað finnst hún ekki gaman að mamma sín fyrir að taka fyrir mikið að lyfjum. Nei. Og mér finnst það ekki heldur sjálf, af því að auðvitað horfði upp á það með mömmu og og mér þótti þetta, eru lyfin að stjórna mér eða á ég að stjórna lyfjónum? Já, ég horfa á það þannig. Já. Og ég vil að ég stjórni lyfjónum, að ég ekki að þurfa að taka þetta. En eins og ég segi, ég sætti mig við þetta ár max 2 í viðbót, skulum við segja. En þunglindis dæmið, vestnar það eitthvað við svona harkalega meðferð á líkamannum? Það er svo fyndið að ég 3 mánuðum áður að ég greinist með krabbamein og þá tala ég við heimilislækni minn og að því ég var að taka svo lítinn skammt og hann sagði, já, okkur prófar ekki 1-2 mánuði bara hætta og bara sjá hvernig þú ert. Ég bara, jú, ok, bara gæði þig hugmynd og ég sem sagt hætt og ekkert mál og bara fæði þetta smá svona að því að maður var vanur að taka þessi lífi yfir 30 ár að þá fór ég að hugleiða og það virkaði alveg rosalega vel og svo mitt greinist ég með krabbamein ég sagði, anskotin ég ætla ekki að fara að byrja á þunglyndislyfjum aftur maður og ég hef ekki byrjað og ég er bara mjög og þú ert bara laus við þunglyndislyfin? Já. En tókst þau í 30 ár? Tók þau í 30 ár. Og þú hefði kannski þannig upphafi 16 ára ef þér hefði verið kennt að hugleiða og kenndar einhverja svona kognitívar aðferðir fengið bara, réttu meðferðina það hefur aldrei þurft að taka þunglyndislyf í alls ár. Og ég mér að segja, ég var að tala við grúpunum minn daginn og vorum að tala hugleiðslu og svona ég segi, ég mér að segja á rauðu ljósi svo margir sem taka símann sinn upp og skoðan, að ég hugleiði mjög oft maður þarf ekki til að lóka augunum maður bara anda á ákveðin hátt eða eitthvað svona anda og svo þótt maður horfa á ljósi ég horfa svo ofta á ljósi bara hvernig það verður grænt og ég get alveg hugleitt og horft á ljósi á meðan og svo bara grænt og gett aftur á stað mér þykir það alveg rosalega gott af því að ég tek ekki símann ég er auðvitað með þessa teknís í bílnum að ég íti bara takka og tala í símann en ég er ekki halda á tólun og tala í símann ég ger það ekki þannig að þótt maður gera það út í byrjun það teknín var ekki komin í bílana en ég allan að gera það ekki í dag og mér eins og sé að maður nota frekar tíman og ég stundum ef ég hef verið með blaði á farþegarsætinu þá hef ég gert í gríni og tekið blaðið upp eins og fólk gerði oft í gamla daga líka þú veist, að lesa blöðin og rauðu ljósi þannig til þess að gera eitthvað við tímann en ég hugleiði mest og ég nota það rosalega mikið allan daginn og meira að segja ef ég er biðstofu eitthvað svoleiðis og þá bara hugleiði þannig og mér finnst þetta frábær tekni þannig að maður gerir þetta líka heima á kvöldin stundum ef ég stressast eitthvað upp eða eitthvað svoleiðis og ég finn að ég sé að þá bara fer ég að anda og loka augunum og bara kemur líka maður á sál á réttan stað það bara ef ég á að segja með aðstæðanlega mánum það svínvirkar Heyrðu, en segðu mér annað hvernig, þú ert bara á leigumarkaði eða ekki? Jú. Já. Hvernig er að vera á leigumarkaði? Það er hræðilegt. Búin að vera á leigumarkaðinu síðan 2011 og það er bara sorglegt að sjá hvað það hækkar
og bara þessi frelsi sem leigumarkaðin hefur að hækka hvað sem þeir vilja. Þóttu þið segja, jú, við notum töfluna frá Hagstofunni, en það er ekkert alltaf gert. Og þetta er mjög erfitt að vera að borga í annar manna vasaldur sín eigin og get ekki safna fyrir íbúð. Þótt að maður döður langa til þess að reyna að gera það, sko. Þannig að ég mitt bara svona í gríni að því að maður er búin að standa sér alltaf í skilum. Ég fór inn á Kreditinfo mitt í gærkvöldi og tjekkaði hvað ég stæði að því að til þess að athuga hvort ég gæti fengið lán eða eitthvað. Og ég er í A2 sem er næst besta. A1 er það besta. Ég er alveg bara, ég er þarna og ég er samt á leigumarkaðinu. Ég get ekki safnað mig fyrir neina en þess. Þú veist að endurhæfingarlífeyri eftir krabbameini? Já. Þannig að þú ert ekki að hafa tekjum? Nei, ég er ekki að hafa tekjum. Ertu að leigja stóra íbúð eða litla eða? Ég er reyndar núna í dag, þú veist, að ég og maðurinn minn erum að leigja sko 4 herbergja íbúð. En með því er þá líka því ég í þeirri íbúð er ég með geymsluna mína, erum með verkværin okkar og svo á tímabili þegar strákurinn hefði þurft að hjálpa að vera í íbúðinni hjá okkur, þá var ég með auka því ég vill alltaf vera með alls sama hvað stendur á, vill ég alltaf vera með einu með herbyggi meira, að því ef það bjátar eitthvað, þá ég hugsa alltaf til þótt að maður, kannski það er líka fólk sem á ættingja erlendis og annað, þú vilt geta hýst einhvern, þú vilt geta haft ekki að gestaherbyggi. Já, einmitt, líka það, eins og með, maðurinn minn, hann er líka erlendur reyndar og og ef úr hans fjölskyldu vilja koma í heimsókn til okkar, sko, það finnst mér mjög stygt að vera með það þannig, og fyndast að við það, bæði í leigumarkaði og í kaup og íbúð, þá er í rauninni ódýrara að kaupa 3 herbergja og 4 herbergja íbúð eða leigja 3 til 4 herbergja íbúð heldur minna. Það er ódýrara. Þótt að munir ekki nema kannski 5 á íbúð, það munar kannski 5 milljónum meira að kaupa 3 herbergja heldur en 2 herbergja íbúð. En þá reynum að frekar að skrapa þessar 5 milljónir til þess að kaupa 7-10 fermetra herbyggi heldur en að kaupa minna. Og ég og strákurinn minn vorum að tala um markaðinn og hann er myndið aðtóð með út á landi. Er hann líka á leigumarkaði? Já. Og hann það var ekkert svo vitlaust að kannski reyna að kaupa bara út á landi fyrir ykkar, því það er alveg hægt að fá alveg góða 3-4 herbergja íbúð þar á 35 milljónir, max upp í 40. Ef það þarf að fá þér eitthvað lúxus, þá ferðu þetta herra. En annars, er alveg hægt að fá alveg gott húsnæði fyrir þetta verð. Það er ekki hægt, það er kannski stúdíóíbúð eða valla það á Reykjavíkursvæðinu fyrir þetta verð. Þú fer ekki svo glatt aftur í Vesturbæinn allavega? Það sem að verðið er alveg. Nei, ég átti einsni. Áttur íbúð? Ég átti íbúð. 2000 til 2004 það átti ég meitt íbúð í Vesturbænum og ég sá alveg opaslega eftir að hafa selt þá íbúð. Þá var mitt 3 herbergja íbúð og reyndar 1 svefnherbyggi og svo 2 stóra stofur. Ég breytti bara öðru herbyggi í svefnherbyggi og það var kjallaríbúð og ég meina á þeim tíma þá keypti ég hana minni mig á 12,5 milljón. Hvaða ár er það? Er það kringum aldamótin eftir hérna? Já, minni mig 2001. Já, einmitt. Og þú sér það þá var þetta hægt. Það var þetta hægt. Þá var þetta hægt og ég seldi hana einmitt 2004 og þá selji hana á rúma 14,8. Og þessi dag íbúður á 40 milljónir, sko. Já, einmitt. Það er alls ekkert óvart. Alveg pottet. Þegar mamma og pabbi seldi einmitt á Tómasaránum sjálfum, eða þau átti heima, þá seldu þau þá íbúð 16 milljónir rúmar. Þetta er bara sorglegt og svo íbúð í dag okkur 50. Þannig að það var 4 herbergja íbúð, sko.
einmitt. Þannig að þetta bara sorglega hvernig markaðurinn Já. bara, og svo skil ég ekki svo skil ég ekki svo tala lán mér finnst alltaf að vera með lán og vera með vexti akkur þurfa þessi stýrivextir að vera það er það sem ég kannski svona vitlaus og skil það ekki en mér finnst þetta bara eins og það var einhver sem nefndi að þetta bara græði ekki bankana þetta eins og það var ég sá ykkur að auglýsingu eða eitthvað þá var sagt já, þá Arionbanki þátt að komi annað útibú fyrir hvað þjónustu erum að borga í bönkum það þegar fólk að svara í síma og og við þurfum að bíða hvað, hálftíma, 3 korter stundum eftir að fá einhver svari fá svari í síma já. Þú veist hvers konar þjónusta það það, þú veist, það er eins og ég oft ég hægt að hringja ég fer bara orðið á staðinn. En nú þeir að loka öllum útibúanum líka, þannig að þú getur ekki svo mikið farið á staðinn heldur mikið lengur. Það er rosalega fá útibú eftir og þeir eru einhvern veginn endalaust að skera niður og minka þjónustuna. Ég er ekki allt komið í Kópavogi, í Spáralundina. Jú, eða þarna í kring eitthvað held ég, en svo eru þeir líka búin að vera að fækka, svo finnst mér sko hraðbankunum. Þú átt heldur ekki geta farið svo glatt og tekið út peninga, þú átt bara ekki að helst að nota peninga, þú átt að nota kort og þeir ætla að rukka þeim hverja færslu. Það er einhvers staðar erlendis og þá á að hætta að nota peninga, þá bara við erum á korti. Þú veist, og maður er bara það er þá bara að sína og átt ekki að geta falið peninga lengur. Já, þetta var að vera svo mikið til þess að koma í veg fyrir einhverja spillingu og eitthvað brask, sko. Hvað með netþrjótana? Já, einmitt, nákvæmlega. Og bara stóru viðskipta fyrirtækin og viðskiptabankana sem eru að blóðmjólka almenning. Já, þannig og er ekki mikið að fela líka peninga í SIS? Jú, ég meina svo er það. Já, einmitt. Þannig að það er alveg hægt að fela peninga þótt að maður notar ekki reiði fyrir. Já, einmitt. Einmitt. Það er nefnilega málið, sko. Að, það er allt hægt að gera. Þetta er eins og að tala með lög og svona. Það er alltaf hægt að finna eitt og við annað. Það er alltaf já og nei. Það er aldrei bara já eða bara nei. Eins og segja, með lög þá getur alltaf, ef þú góður í lögfræði og finnur, já, heyrðu, ég ætla að kæra þessa manneskju og það er alltaf hægt að finna lög á móti hinu. Það er bara hversu sniður þú ert að nota og það er saman núna með tölvunar hversu sniður þú ert í tölvunar geta hakka og rænt peningum. Var ekki eitthvað að gerast núna helgina síðustu af því að að vera að taka núllin í já, einmitt og þá allt hrundi og hvað hefðu hakkarna geta gert á meðan? Einmitt, nákvæmlega. Þannig, var ekki ykkur að kaupa puls á 100.000? Jú, 178.000 eða eitthvað svona rugl. Ég skott að ég og kynsinu svona mikið peningin á reikningnum. Nei. Þú hefur ekki getað að tapa á honum. Nei, vissulof. Einmitt. Já. Heyrðu, já, ég bara þakka þér innilega fyrir komuna Ásta. Já, takk fyrir að bjóða mér á Rauðaborðið. Já. Heitir ekki það? Jú, Rauðaborðið. Og ég bara óska þér velfarnaðar í framtíðinu og ég vona að þessar taugaleiðni truflanir eða taugaskemmtir gangi tilbaka. Já. Kannski komið eftir 2 ára aðtöðastöðuna. Já, einmitt. Þá er ég kannski farin að hlaupa eitthvað almennilega eins og ég gerði gamla daga. Já. En takk aðeinslega fyrir að hafa mig. Og takk fyrir ykkur, kæru hlustendur, og við verðum hér aftur síðar. Takk. Er rétt að greiða lágmarkslaun fyrir hámarksábyrgð? Til að manna mikilvægustu störfin þarf mannsæmandi laun. Efling stéttarfélag. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, Samtal á sunnudegi og helgispjall.